Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag ætlum við að tala leigjendasamtökin og baráttu leigjenda, húsnæðismarkaðinn og stöðu hans í dag. Við Anita da Silva erum hérna saman meðstjórnandi minn með honum Guðmundur Hrafn Arngrímssyni sem formaður leigjendasamtökanna. Sæll Guðmundur, gott að fá þig. Já, takk fyrir að bjóða mér. Velkomin. Gott að vera komin, já takk. Nú, staða leigjenda ekki búin að vera góð í mörg ár núna, en hún fer versnandi, eða hvað? Já, hún fer mjög hratt versnandi núna. Það urðu einhver kaflaskil núna í haust, október, nóvember. Sko það er erfitt að tala þetta sem eitthvað mjög sérstakt að það hafa verið kaflaskildu, það hafa orðið reglulega undanfarin ár, en við sjáum hins vegar sko meiri hækkun núna á síðustu svona 4-5 mánuðum heldur höfum við séð áður. Það kom í hausti 2017 svipað svona skot þar sem að árshækkun á 6 mánaða tímabili var 20% og það erum við að upplifa núna. Við erum að upplifa núna að yfir svona 6 mánaða tímabili þar sem að hækkunin næstu í 20%, árshækkunin. Sko, ef við framreiknar árshækkun með við síðustu 6 mánuði, þá árshækkun á þessu 6 mánuðum kringu 20%. Þannig að það er að hækka áfram og það er að hækka hraðar. Já, þetta er mesta hækkunarhröðun sem við höfum séð frá því að á 6 mánaða tímabili frá því að mælingar hófust og þetta sko kemur alltaf til út af því að það er mikill húsnæðisskortur og svo líka bara þannig að eignarhaldi á húsnæði við þróast líka þannig að það flestir sem eru ekki bara vel efnaðir eða kominir á góðu fólki, þeir komast ekki inn í séreign, heldur þurfa að leita á náður leigusalana og leigusalanir finna fyrir því. Þeir finna fyrir því að það bara með sko eiginlega bara alla framtíð og atgerfi sko 30% þjóðarinnar bara í höndur sér og allt og lítið húsnæði og þeir stýra þessu bara algjörlega og þeir hafa líka bara fengið það er svona ákveðin þjóðarsátt þetta líka að þar sem að sko stjórnvöld hafa lagt núna fram bara frumvarp eftir mikla vinnu þar sem á bara festa þetta allt í sessi að taka mjög veik réttindi leigjenda af þeim og þá að festa í sessi markaðsleigu á markaði þar sem fullkominn markaðsbrestur og þá festa það í sessi þannig að það virðist vera sko löggjafinn og sko gríðarlega mikið af stofnunum í samfélaginu eru bara einhvern veginn annarkvæmt bara styðja þetta eða bara þegjandi samþykja þetta og leigusalarnir sem eru nú bara með blóð á tönnunum og finna lyktina af þessu blóði sem að sækja svo í þeir finna bara það er engar bjargir fyrir þetta fólk það er enginn að gera neitt og ég held að þetta æsir bara svolítið upp í þeim sko grimdina og grækina og það er það sem við erum að sjá núna. Nú er ég dálítið forvitin. Þú segir að það hefur orðið eitthvað smá svona kaflaskil, hvað segirðu? Október, nóvember, sko, það var þannig að sko, það er kannski ekki rosalega gott að sko taka mið af þessari opinberu vísitölu húsaleigu. Hún gefur hins vegar mjög góða mynd af þróunni, en hún nær ekki yfir raunverðið. Hún nær hins vegar yfir breytinguna sem eiga sér stað. Það er að segja, við getum alveg sko varpað breytingunni yfir allar markaðin, þó við sjáum ekki nákvæmlega hvert verðstíð er. Þá sjáum við sko hækkanir eru mjög svipaðar, vegna þess að við höfum verið með verðlagseftirlit á leigumarkaðinum og þá sjáum við til dæmis í fyrra vor að húsaleiga var þetta svona 25 alveg upp til 45% dýrari svona auglýst húsaleiga á almennum hagnaðurum leigumarkaði heldur en þú kannst reiknað út í verðsjá húsaleigu sem opinbera tölur. Það er vegna þess að samningarnir sem voru þar undir voru miklu lægri en hækkanaferlið innan þessar lægri samninga er það sama og almennt en verðstíð er bara miklu hærra að núti heldur en við getum séð og við sáum það líka að yfir sumarið þá hægðist aðeins á hækkunum. Það var hugsanlega út af því að það var farið að draga úr áhrifum húsnæðisbótana sem var hækkað í janúari fyrra og þetta hefur alltaf gerst. Ég er búin að fara mjög vel yfir þetta bara hvernig áhrif hækkun húsnæðisbótana haft á leigumarkaðin og það dregur úr áhrifunum alltaf eftir svona 6 mánuði
Það kemur mikið hækkunar svona holskefla í kjölfarið og hækkuðum húsnæðisbótum. Svona 6 mánuðum setna, sér það? Já, svona 6 mánuði eftir að búið að hækka húsnæðisbótunar, þá hækkar húsaleiga alltaf mikið umfram húsnæðisverð og verðbólgu. Þannig að hún eiginlega getur upp þessa hækkun? Já, hún gerir það bara strax. Hún gerir það bara strax, vegna þess að þegar að vera að tala um hækkanir og þó að sé vera að tala um sko 20% hækkanir eins og núna til dæmis, þar sem vera að tala um sko 25% hækkun. Á húsnæðisbótum? Já, þá erum við átt okkur því að upphæðir húsnæðisbóta eru lágar og þegar við erum að tala um sko að meðal húsnæðisbæturnar eru kringum svona 60% af hámarksbótum og það eru gríðarlega fáir sem að eru með hámarksbætur og margir sem eru með lágarbætur. Þannig að sko að þegar út með ætlar að reikna út hverju meðal húsnæðisbætur sem að einstaklingum fær, þá er það kringum 10.000 krónur og þú ert með 25% hækkun á því, þá er það 2.500 krónur. Þannig að, og þegar húsaleiga hækkar, eins og við erum búin að gera síðustu svona 5 mánuði, næstu í 40.000 það er lítið að segja þá hafa þessar húsnæðisbætur ekkert að segja. Það er í besta falli svona ákveðin bara skamtíma lausn, smá til þess að slá á sársaukan en svo aftur á móti að þá getur þetta líka bara ítt undir gróðrasókn. Það sem þetta gerir og það sem er svo hættulegt í þetta það hljómar bara vel á óreglumætum leigumarkaði að þegar að stjórnvöld koma fram og tilkynna það ítrekkað að greiðslugeta leigjenda sé miklu meiri núna heldur en áður. Og það er bara þannig að þetta er það sem að sko, þetta eru skilaboðin. Við ætlum að hækka húsnæðisbætur 25%. Það hljómar há prósenttala en krónutalinn er mjög lág. Þetta eru mjög lága tölur en það gefur til kynna að þarna sé greiðslugeta leigjenda sé allt í einu sko búin að stór aukast. Og það er engin leigubremsa, það er ekkert leiguþak, þannig að væntanlega mun þetta bara fara út í verðlag leiguverðs. Já, bara gera það eins og skot. Hvaðan fáðu það að leigu eða þess greiðslu geta fólks hafi almennt styrkt það er svona líkur í skilabóðanum. Líkur í skilabóðanum þegar stjórnvöldur ítrekka að segja við höfum hækkað húsnæðisbætur núna þrisvar, fyrst 12% og svo 18% og 25%. Og þegar að sko fólk svona heyrir þessa tölu og er kannski ekki að rýna í nákvæmlega hvað er bakvið þetta, það hljómar þetta rosalega mikið. Alveg 40-50% hækkun á húsnæðisbótum. Hljómar voru að vera sko. Hljómar rosa mikið. En þetta eru lágar upphæðir og þannig að sko prósent og hækkan á lágum upphæðum, við vitum það náttúrulega bara, þetta er náttúrulega stóra vandamáli í hagkerfinu þegar verða að hækka launum prósentutölu, þetta eykur ójöfnuð og það versta við það þegar að þetta gerist er að það sko halda leigusölum engin bönd að svona, það verður sko svona, að þeir missa í alveg sjónar á því líka heldur sko hvað er réttlætilega hækkun miðað við að ná í þessa húsnæðisbætur. Þeir heyra bara 25%, er ekki bara 25% hækkun á húsaleigunum, það er bara það sama og þetta er það sem að svona gerist þetta og við erum að sjá þetta núna síðustu 6 mánuði, svona gríðarlega mikla hækkanir ég held að komi í kjölfarið á því að eftir að tillögur nýju húsalegu frumvarpi komið fram núna í ágúst að það var lagt inn til Alþingis núna bara upphaf þings í 12. september, það var lagt sett á dagskrá en ekki lagt fyrir að í því fólust engar réttabætur eða vernd fyrir leigjendur gagnvart hækkunum húsalegu, heldur áttu bara lögfesta ákveðið markasverð og það hefur orðið til þess að leigusalar hafa algjörlega mist sig undanfarið og svo ekki bætt úr skák náttúrulega með þessar fjölskyldur úr Grindavík sem að þurftu nauðsynlega að komast í húsaskjól hérna í nóvember. Þannig að bætti ekki úr skák en við vorum fann að sjá reyndar þessar hækkanir áður en það gerðist, þannig að þetta er ekki allt einhvern veginn hægt að klína þessu öllu á Grindvíkinga vegna þess að þetta var byrjað í október þessi læti og þau eru ennþá yfirstandandi og bara meðan að sko breiðfylking ASÍ og samtök atvinnulífsins sátu inn í karpúsinu að þá hækkaði húsaleiga hátt í 4-falt meira heldur en hæstu hækkun húsnæðisbóta. Bara meðan sátu hann inni þessa vikur. Þetta er algjörlega að tapa kapphlaup og að reyna að hækka Já, það var löngu tapa sko löngu að skrifa undir samningana
og þetta er hrikalegt ástand. Það er bara, eiginlega engin leið til þess að lýsa þessu alveg. Og það er rosalega kynnslóða svona mismunur hérna í gangi. Það var einmitt inn á umræðuhóp leiðenda og leiðendasamtakana að þar setti eitt félagi leiðendasamtakana inn gögn, við erum með hérna línurit sem sýnir svona eignarstöðu mismunandi kynnslóða, hversu mikið fólk á, við erum með mynd hérna og þarna sjáum við skipt 55 til 59 ára eignarstaða þeirra, þeir sem að hlusta þarna, hún er þarna núna 2022 on average að meðaltali að þau eru með sú kynslóð með 60 milljónir í eignarhaldi og svo sjáum við þetta alveg hríðfallaður að fara niður í 35 til 39 ára og 30 til 34 ára, þar er það bara niður í einhverjum 10 milljónum og minna hjá þeim sem eru enn yngri. Þannig að við sjáum að hérna er einhver stórskaðleg og hættuleg þróun í gangi, en þetta er ekki að fara að lagast. Nei, og þetta er náttúrulega líka mjög merkilegt línurit vegna þess að þú sjá bara línurit fyrir hópin 35 til 39 ára að það er flatt alveg frá hruni þrátt fyrir að húsnæðisverð hafi hækkað þrefalt. Þannig rauninni ef við höfum haldið þessu hlutfalli af þessu fólki með þessu eiginfjárstöðu eða eignastöðu þá hefðu línuriti litið alltaf verið svo út. Þetta þýðir að mikið hluti af þessum aldurshópi hefur mist eigur sínar og allir þeir sem hafa bæst við þennan aldurshóp hafa ekki verið eignafólk. Vegna þess þarna, við sjáum þetta bara gríðarlega vel. Ég er búin að vera að skoða nákvæmlega sömu tölur og reyndar vera greinandi eftir tekjutíðindum, ekki svo mikið eftir fjölskyldugerð en eftir tekjutíðindum og þá sjáum við það nákvæmlega sama að lægsti tekjuheilmingurinn hefur eiginlega ekki verið að bæta við sig í eignastöðu á húsnæðismarkaði eða þá hlutdeild í íbúðalánum. Hversu mikið að Já, og sérstaklega er þetta áberandi hjá lægstu 3 tekjutíðindurum að það hafa hreinlega tapað eignarhlut sínum þó að það hafi fjölgað hátt í 25.000 einstaklinga í þessum tekjutíðindum, þá hefur krónutalan lækkað þrátt fyrir að húsnæðisverð hafi hækkað þrefalt og verðlag eins og við vitum hvernig það er og hafi fjölgað 25.000 manns í þessum hópum að þá hefur sameiginleg krónutala þessar tekjutíðinda sem eign á fasteignamarkaði, hún hefur lækkað. Einmitt. Við erum að horfa upp á umpólun í eignarhaldi eða bara svona breytingar sem við höfum aldrei séð áður. Mætti kannski segja að séreignarstefnan svo kallaða sem snýrist það að fólk ætti að geta keypt sér sína eigin íbúð og eignast hana yfir tíma, borga niður lánið og eignast meira og meira í henni, að hún er ekki að virka og við sjáum hann eiginlega ekki bara vera til staðar fyrir yngri kynslóðarinnar. Nei, og ég held að þetta sé líka, þetta er bara svona sjúkdómseinkenni svona nýfrjálshyggjunar og kapitalismans vegna þess að í kapitalismanum þá er eignarrétturinn, hann er æðsti réttur mannsins og hann veitur ákveðna stöðu og veitur ákveðið svona vægi í samfélaginu og þess vegna er það í þessum nýfrjálshyggju samfélögum þá verður að reyna að draga úr eignastöðu öreigana vegna þess að þá verða þetta mikið svona rétt minni borgarar, hafa miklu minna vægi þegar þeir get ekki staðið á eignarréttu sínum. Þeir eiga ekkert. Og þar leiðandi stærsti hlutin af þeirra mannréttindum eins og svona gengið þau í svona nýfrjálshyggju samfélögum og þá stærstu hluti þeirra mannréttinda bara farin af því þau eru rosalega mikið bundi við eignarréttin. Það er alltaf eignarrétturinn sem er æðri öllu og þess vegna erum við að sjá þetta er ekki bara á Íslandi, þetta er í öðrum svona nýfrjálshyggju samfélögum þar sem við sjáum þetta að gerast líka eins og á Írlandi og sjáum þetta í Portugal og Íslandi og svona ríkjum sem að hafa þar sem að kapitalistarnir hafa verið eins og óðir hannar í mannaskít og algjörlega mist sig. Og þeir eru farnir eins og hér heima þá verða til stærri og stærri svona leigufélög sem eru bara í hagnaðarskyni, hagnaðarekstri. Nú er Arion banki sér leikaborði, við ætlum að fara að stofna leigufélag. Hefur verið svipuð þróun í Evrópu og Bandaríkjunum að þeir eru að það hefur verið fleiri og fleiri hús eru að fara inn í þessi stóru leigufélag.
Já, sko, þetta náttúrulega kannski ekki sérstakt íslenskt fyrirbrigði en alla tölurnar í öllum alþjóðlega samanburði þá kemur Íslandi yfirleitt alltaf best út. Ég man eftir því að... Verst. Ég man eftir því að hafa séð fréttir, alltaf ekki verið frá 2019, þar sem að hlutdeild fjárfesta inn á kaupendamarkaði á húsnæði í Bandaríkjunum jógst 3-4% umfram almenning, eða sem fólk sem var að kaupa sér heimili innan eins árs og það þótti vera slík hættumerki að það rataði bara strax inn í bandaríska þingið. Þrátt fyrir að þetta séu svona ultrakapitalist samfélag að þá þótti þetta ekki eðlilegt að hlutdeild þessara fjárfesta jékist svona á kostnað almennings 3-4%. Við erum að horfa upp á það hérna að í kringum 2004-05 þá almenningur sem að kaupa íbúðir með cirka 85% hlutdeild af kaupendamarkanum. 15% voru þessi lögaðilar eða eignafólk sem var að kaupa svo auka íbúðir. 85%. Það sem afir á þessu ári, þá eru einstaklingar sem að kaupa svo heimili með 11%. Það eru 89%. Við erum að tala um samdrátt upp á eitthvað 90%. Algjörlega galið. Og það segir á hváir enginn. Hváir enginn á stjórnvöldum eða frá stofnunum í samfélaginu. Bara ekki báfs. Nei, en og í Bandaríkjunum þegar þetta hlutfall riðlegast 3-4% þá þurftu þeir að ræða í þinginu og eru þeir nú ekki sérstaklega svona umhugað félagslega réttindi fólks. Þetta svo absúrt hérna. Það eru konar 730 íbúður sem hefur verið kláraðar í ár og það eru 83 íbúður sem einstaklingar með eina íbúð hafa eignast. Þannig að það eiginlega allar nýjar íbúðir, það verið að kaupa það af fjárfestum, af leigufélögum sem eru að kaupa það bara til þess að græða peninga á öðrum. Já, og þetta ekki bara leigufélög. Þeir sem eiga kannski margar íbúðir fyrir. Já, þetta ekki bara leigufélög, vegna þess að menn halda það oft þegar ég að ræða þetta, þá heyri ég oft já, þetta nú bara Bjarg og Bríet og Alma og Heimavellir að byggja. Það fullt af einstaklingum. En það bara ekki það, já, það rétt hjá þér vegna þess að bara frá 2021 og í fyrra líka og 2022 að þá hlutdeild einstaklinga sem eiga fleiri en einu íbúðir. Hún alveg til jafns við lögaðila sem eiga fleiri en einu íbúðir. Þannig að þetta ekki bara leigufélögin fyrirtækin sem eru að kaupa til húsnæði. Þetta eru líka einstaklingar sem eru að braska með þetta. Þeir eru að setja spariféð setja í þetta og til þess að geta grætt á leigjendur líka. Við erum aðtöfa það líka að hagnaðarvonin á íslenskum leigumarkaði slík að til dæmis ef einstaklingur ætti 100 milljónir og myndi fjárfesta til dæmis í Marel eða Eimskip upp á að ávaxta féð þar umfram það sem hann getur í bankanum sem að margir gera að þá ávöxtunin á úrvalsvísitölunni hérna í Kauphöllinni, hún svona í sögulegu samhengi mjög áþekk hækkunum húsnæði. Húsnæði hækkar reyndar ívið meira, en þetta svona áþekkt línuritt. Þó að sé örlítið meiri sveiflur á milli ára í hlutabréfavísitölunni, að þá ferðast það nánast þetta svona sama ásnum, úrvalsvísitalan og vísitala húsnæðisverð. Það þýðir að ávöxtunin mjög sveipuð. Hún ívið meira húsnæðismarkaði. Þegar þú átt með 100 milljónir í Marel, þetta eru peningar sem þú leigir Marel, þú segir við Marel, heyrðu, gerið eitthvað gott úr þessu, ávægast þetta fyrir mér, þá borga þeir svona 0,4–0,7% af verðgildi hlutaférsins í arð á hverju ári. Á leigumarkaði þá hlutfallið cirka 67%. Þess að þú færði leigutekjur af sömu fjárfestingu, af sömu upphæð. Svona 67% af verðmæti fjárfestingarinnar í leigutekur á hverju ári. Þá fær fólk auðvitað þá leið. Að sjálfsögðu. Við erum að tala um þetta tífalt meiri arðsemi á leigumarkaði heldur en þú fjárfestir hlutabréfum. Samt þó að ávöxtun á húsnæði sé meiri og svo annað líka í þessu sem mjög mikilvægt vegna þess að nú eru lífeyrissjóðarnir að fara fjárfesta í húsnæði að þegar þú selur hlutabréf þá þarf það að borga söluskatt af því og skatt af hagnaðinum en það þarf ekki að gera þegar þú selur húsnæði. Þannig að það eiginlega allt sem að ýtir undir það ef þú átt pening að kaupa þér íbúð og láta leigjandann borga íbúðinu fyrir þig.
Þannig virka bara fjárfestingamarkaðar en að peningarnir vilja leita þar sem að þeir geta fengið sem mest tilbaka. Já, og meðan ekkert regluverk, þá gera það sjálfsögðu. Já, talandi um regluverk, hvers vegna ætlaði að standi á því að ég sem einstaklingu geti bara keypt 10-11 íbúðir? Akkur er ekkert þak á því hversu mikið ég sem ein manneskja get átt? Já, þetta er mjög góð spurning. Ísland er eitt af ríkjanum sem að hafa engar hömlur á þessu. Flest ríki eru með einhvers konar hömlur á þessu. Ég veit að Hollandi til dæmis það þarf að eiga lögheimili í íbúð sem það kaupir í 4 ár, hið minnsta, áður en þú getur keypt þér aðra íbúð. Í Noregi til dæmis þá eru fasteignaskattar næstu 4 sinnum herri af auka íbúð. Þetta er svona gert ráð fyrir því að eigna fólk geti keypt sér orlofsíbúðir. Auka þá sem sagt annari. Já, íbúð nummer 2 og þú getur heldur ekki fengið nema 30% lánað fyrir henni. Þannig að sko þetta er ekki fyrir... Þannig er hægt að setja hömlur á það. Já, og það er líka, hugmyndin líka svo að þetta sé ekki þannig að sko þú getur bara skuldsetti upp í rjáfur og láta svo leigjandan borga þetta allt saman. Sko. Ef þú ætlar að vera með íbúður á leigumarkaði eða auka íbúður, þá skaltu bara hafa efna á því. Ekki geta rétt skrindi gegnum greiðslumat og keyptir íbúður láta leigjanda borgana. Og svo er einmitt það. Mér finnst, mín skoðun er svo að ef að þú þarft að láta leigjanda borga eða kaupa íbúðina fyrir þig og þú getur ekki staðið undir neinum kostnaði sjálfur, þá átt ekki efna á þessu. Nei, og ég sá nú bara svona ágæti spurningu hjá einu góðum þingmannum daginn, þar sem að var verið að ræða einmitt þessa hluti, að sko spurningi var svo, ef að þú kaupir íbúð en leigjandi borgarana, hver á hana þá? Já. Það er mjög góð spurning. Þetta er bara mjög góð spurning. Siðferðislega á ég hana sem leigjandi. Auðvitað. Þú borgaðir íbúðina og þú átt hana. Klálega. Það er bara, ef við bara veltum þessu bara, þá held ég ágætt að fá bara heimspekinga til þess að ræða þetta, konceptuál. Ef þú kaupir en ég borga, hver á þetta? Ég meina ef við setjum þetta sem dæmi eins og hjón, og annar aðilinn myndi borga, ég myndi kaupa hana, en þú myndir borga af henni og við myndum skilja. Þetta er gott. Skilur? Já, þetta er góða búin. Dómarnir, þeir leggja alltaf mat á það. Já. Að þegar einmitt fólk skilur og annar aðilinn er skráður fyrir eigninni. Þá bara hver borgaði hann? Já, hver borgaði hann? Og þetta ætti eiginlega bara verið nákvæmlega saman eins og með leigjendur. En það er bara engin vernd fyrir leigjendur í nokkur lagabókstaf. Eða það ætti að vera einhvers konar kerfir þar sem að er eins og mér skilt að sé á Norðurlöndunum, leiðréttum ef þið ránt hjá mér, að þú sem sagt leigir íbúð og leigan þar sem þú borgar á mánuði fer upp í að eignast hana. Þú getur komist í svona kauplegu. Já, kauplega, já. Og það eru fleiri lönd með þetta, sko. Ég veit að Ítalía til dæmis sem er svona fyrirkomulag, en þú þarft að gera opna fyrir það í upphafi. Það er ekki þannig að þú sett skuldbundin þú sem leigjandi ekki skuldbundin en ef þú opna fyrir þetta þá er leigusalinn skuldbundin til þess að gangast að því ef þú vilt eftir 10 ár og segja, heyrðu, ég ætla að kaupa íbúðan aður og þá fer stærsti hlutin af leigunni upp í kaupverði. En leigusalinn hann sem sagt hefur það ávaxta hana bara eins og hefbundið á húsnæðismarkaði, hann hefur fengið hækkun og leigjandan hefur staðið undir greiðslubyrðinni og svona, en hann kassar inn virðishækkunina, en leigjandinn getur sagt, heyrðu, leiga mig síðustu 10 ár, hún fer upp í útborgunina og ég ætla að eiga íbúðina. Myndi þetta ekki ganga upp hér? Þetta gengur þetta allt saman upp. Það er bara spurning að vilja til þess að leyfa fólki. Ég held að sé ekki, vegna þess að það eru bara svo það er alltaf margir aðilar sem að græða á þessu ástandi. Við erum ofta að heyra í stjórnvöldum sem að stjórnvöldur að reyna að skikka til þessa helstu aðilar sem að stýra húsnæðisuppbyggingu á landinu, sem eru bankarnir, sem eru sko fjárfestar eða byggingaraðilar og sveitarfélögin. Og þeir segja sko við að þið verið að leysa vandamálið. Það vantar 30 íbúðir og þið verið að gangi í þetta. Á sama tíma þá græða bankarnir sem aldrei fyrr. Þeir lána sko þrefalt hærri upphæðir í húsnæðislán per íbúð í dag heldur en gerir fyrir 12 árum síðan.
ávöxtunin, eða þetta álagningi hjá verktökum á byggingamarkaði er búin að fjórfaldast. Sveitafélögin, þau kassa þvílitt inn á byggingarétti sem er takmarkuð auðlind og í gegnum fasteignaskattana sem að hafa sko margfaldast vegna hækkun fasteignamats. Stjórnvöld eru að biðja þessa 3 aðila sem að græða sem aldrei fyrr að finna það og taka upp með sjálfum sér að hætta því. Það er bara ekki séns. Það er bara ekki séns, nei. Það er ekki séns. Engar svona afleiðingar settar inn í kerfið. Nei, ekki neitt. Það sé svona mætt þeim eitthvað, þú verður að gera það til þess að ná einhverju fram, að þá verður að vera með sko, ef ekki þá þetta, og við munum bregðast einhvern veginn við þurfum að ná þessu fram. Eitt sem ég langaði svolítið að nefna með þessa séreignastefnu og í Bandaríkjunum þá bregst þingið við þó þetta sé mjög frjálshyggið land og þau bregðast við þegar fjárfestar eru að taka meira á húsnæðinu og það má kannski rekja það aðeins til sko, þú veist, Adam Smith sem er talin svona faðir frjálshyggjunnar en hann var virkilega óhrifinn af leigusölum af því að þeir eru með eitthvað eignarhald á landi eða húsnæði og þeir eru ekki að gera neitt í raun en þeir látaði mitt bara aðra vinna fyrir sig og skapa arðsemina á meðan þeir sitja heima. Já, það eru bara svona hugmyndasmiðir allra helstu svona stjórnmálakenninga sögunar. Þeim hefur öllu verið meinilla við leigusala. Að leigusala hafa aldrei bara passað inn í þessar pólitísku kenningar hjá þessum hugmyndasmiðum að sko einmitt eins og þú segir þetta eru aðilar sem að skapa engi verðmæti en sjúga þau út úr þeim sem eru að því og þetta eru verðmæti sem fara ekki inn í samfélagi, þau fara ekki inn í samneysluna, þau fara ekki að búa til störfi eða styrkja störfi eða auka lífsgæði einhverja nema bara þessar að fá aðila. Í besta falli þá kannski sjá þau að húsnæðið sé ekki að rifna niður sko, en aftur á móti að þá er það bara lítill partur af peningunum sem þeir eru að græða af. Það er rauninu leigjendum sem eru að borga fyrir það. Já. Akkurat. Og oft einmitt vilja er ekki einu sinni sjáum eða mikla eða eitthvað, það er bara svona öllu svolítið svona sópa undir teppið. Mjög algengt sko. Leigjendasamtökin gáfu nýlega út svona glærupakka þegar verið að kynna þetta víðsvegar og við vorum að spá hvort að þú myndir vilja fara með okkur í gegnum þessar óöryggi og okurlega lífið á leigumarkaði. Staðreyndir íslenskan leigumarkað, ef við fáum næstu mynd. Já, þessari mynd, þá sjáum við sko þarna telja upp 10 atriði. Þetta eru 10 staðreyndir íslenska leigumarkað og þetta eru staðreyndir sem ég dreg bara upp úr gögnum frá Eurostat og frá HMS og úr rannsókn velferðarvaktarinnar og OECD og fleiri aðilum og það er nú þannig að á Íslandi hefur orðið mesta hækkun í húsalegu í allri Evrópu. Hún hefur hækkað með 154%. Wow. En meðaltals hækkun á húsalegu frá 2011 í Evrópu samkvæmt Eurostat er tæplega 19%. Þannig að þetta er 8 sinnum meiri hækkun á Íslandi heldur en meðalhækkunin í Evrópu. Það er ekkert land sem kemst nálægt okkur. Ekki einu sinni í Írland þar sem að tala að sé algjört katastrófa á húsnæðismarkaðinu þar. En svo er annar land sem hefur hækkað mjög mikið, það er land Eistland og það er líka bara allt öðru aðstæður þar. Það er sko séreign á húsnæðismarkaði í kringum 95%. En það er að verða til svona nýfrjálshyggju markaði með húsnæði. Menn eru búin að svona finna það að svona kaupgeta fólks þar er að batna og þetta er líka að gerast í Makedóníu. Það eru aðeinslega farin að svona finna lyktin af því að setja græða á húsnæði í þessu löndum. En þessi lönd búa þó öll það vel að sko að leifar af sósíalisma í þessum ríkjum, hann er ennþá til staðar, sérstaklega fyrir svona kannski eldra fólkið og jafnvel kannski fólk á mínum aldri sem er svona milli 40 og 50. Það er ennþá til staðar þetta kerfi, en það er að málna undan því. En það er hvergi í Evrópu hefur hækkað eins mikið eins og hér. Ótrúlegt. Og svo er annað líka sem er mjög mikilvægt að árið 2022 það kom út skýrsla frá velferðarvaktinni það sem var verið að skoða stöðu leigjenda í Evrópu og bara almennt með fátækt að þá kemur að ljós að sko húsaleiga veldur fátækt
í þrefalt meira magni á Íslandi heldur en meðaltali í Evrópu. Það er að segja sko að þetta er ekki eins tekjutengt, fátækt er ekki eins tekjutengt hér, eða svona almennt með lífsskilyrði í landinu, að fátækt, hún er fyrst og fremst að völdum húsnæðiskostnaðar leigjenda. Og hún veldur fátækt, húsnæðiskostnaðar leigjenda veldur fátækt í þrefalt meira magni á Íslandi heldur en annars staðar í Evrópu. Þannig að þetta er sko fátæktar skapandi kerfi. Og svo búum við það líka að vera með óregluvæta vísitölutengingu á húsalegu, og að mér vitandi erum við eina Evrópulandi sem er með ekkert regluverki kringum vísitölutengingu húsalegu. Það voru lög vísitölutengingu hérna á Íslandi fram til janúar 1999. Þá var þetta forsætisráðherra Davíð Oddsson, hann felldi lögin og gildi í byrjun árs 1999 með þeim orðum að vísitölutenging húsaleigusamninga væri verðbólgu hvetjandi. Þannig að það átt að falla frá því. Og síðan hafi ekki verið en lögum þetta. Og Íslands fyrirkomulagi þannig að það vísitölutenging húsaleigu fer fram einu sinni í mánuði. Í öllum þeim löndum sem ég búin að skoða. Einu svona ári? Já, þá fer það fram einu svona ári. Já. Ég skrifaði 43 hagstofum bréf fyrir hálfu ári síðan eða svo, til þess að athuga með bara hvernig fyrirkomulega er. Og það er í öllum löndum sem ég hef fengið svar. Ég var búin að fá svar frá 20 löndum eitthvað svoleiðis síðast þegar ég athuga með þetta. Ég ætlaði nú að gera meira úr þessu, en þá var það þannig að það voru þetta voru allt saman landslög, en það voru hins vegar svæðisbundnar svona reglugerðir, það sem að sko svona héruð í Þýskalandi og svona gátu haft eitthvað svona smá sjálfstjórn á því hvernig hvort það var miðað við byggingavísitölu, launavísitölu, verðlag og þess aftar. En þetta var alltaf bara einu svona ári. Og svo erum við með hæstu flutningstíðni í Evrópu, og hún er búin að vera þannig alveg frá 2014 að minnstakosti, og þá er elsta línuritir sem ég sé frá Eurostat. Þá kemur ljósað 90% leigjenda á Íslandi höfðu flutt á undangengnum 5 árum. Þetta er 2014. Vá, 90%. Wow. Já. Og þetta er að versna vegna þess að kannanir, leigumarkaðskannanir HMS og líka athuganir hjá ASI síðan hafa sýnt fram að þetta er að versna, og 2 síðustu kannanir okkar sýna að þetta er bara ennþá í kringu 90%. En það sem hefur versnað innan þess er að sko flutningstíðnin hefur samt aukist. Það er að segja, leigjendur búa miklu skemur á hverjum stað fyrir sig. Áður sko það bjögguður lengur, kannski 2-3 ár, en fluttu á þessu 5 ára tímabili. Núna er meðaldvalatími leigjenda í íbúð 21 mánuður. Og þá erum við að tala um allan leigumarkað. Jesus. Það er ekki neitt. Nei, og þetta er náttúrulega gríðarlega alvarlegt. Vegna þess að sérstaklega með börn, að vera að rífa þau upp. Já, þetta er bara ásfresti. Er svo slæmt fyrir bara geðheilsuna. Já, mjög. Að búa við yfirvofandi húsnæðismissi stanslaust og svo að verða af húsnæðinu. Og svo erum við náttúrulega með minnsta húsnæðismarkað, eða húsnæðislager. Ekki alveg minnsta, við erum með 3. minnsta húsnæðislager í Evrópu með höfðatölu. Við erum með 386 íbúðir hérna fyrir hverja 1000 íbúða, á meðan að meðaltalið bara á meginlandi Evrópu og víðast hvar er þetta kringur svona 550 íbúðir fyrir hverja 1000 íbúða. Við erum með 386. Nokkuð langt undir. Já, og það eru bara 2 lönd sem eru undir okkur. Það eru Slóvakía og Pólland. En Pólland, tölurnar sem eru með Pólland eru nýja tölur, og það er vegna aukins fólksfjölda í Pólandi eftir Úkraínustríðið. Þá náttúrulega skekkir það hlutfallið. Þannig að þetta er eiginlega sko byrjunarstaðan okkar er eiginlega bara alveg vonlaus í öllu tilliti. Svo náttúrulega erum við að upplifa þess að umpólun í eignahaldi, eitthvað sem við höfum aldrei séð. Eins og ég nefndi hérna áðan, við erum með sko 11% að kaupenda þessum afri ári, fólk sem er að leita sér heimili, hittur allt fjárfestar. Séreigna stefnan er að hverfa og tími bara að leigu salana er komin. Já, því miður. 11% er skuggalega lítil tala. Já, þetta er bara sko ég held að sé að verða svona eitthvað svona Dickenian samfélag sem við erum að fara inn í, og ef við bregðum ekki við þessu núna, ef við náum ekki að anda af þessu
með nægum krafti og ég hef nú full trú að við gerum það og okkur takist það, að þá munu afkomendur okkar þurfa að búa í samfélagi sem að sko mig hryllir við. Ég man eftir því ég alast upp bara á 9. áratugnum að svona hugmyndir framtíðina, þessar skuggalegu hugmyndir framtíðina, að þær eru allar miklu verri í dag heldur en að svona var verið að tala þegar ég var krakki. Og það sem að afkomendur okkar eiga svo eftir að taka við er náttúrulega bara skelfilegra heldur en orðfá lýst ef við gerum ekkert í þessu. Ef þróunin heldur áfram svona þá er allt húsnæðilega í eigu ykkur á leigusala og við erum öll að vinna myrkrana á milli og verða að arðræna okkur bara svívirðilega, ekki náðu það þessi í vinnunni heldur er það bara alltaf á leigumarkaðin annars. Og svo má nú líka taka samt fram að fólk sem er með húsnæðislána það er nú líka verið að arðræna þau töluvert þegar vextir eru mjög háir og bankarnir eru að græða greiðarlega á bakinu af þeim. Það er hárrétt og sko það hefur nú verið þannig að svona síðust alveg frá hruni að þá hefur nú verið gert ýmislegt fyrir húsnæðiseigendur. Þeir fengu hátt í 160 milljarða, fengu næst í 100 milljarða bara eftirgjöf á skuldum 2016 í gegnum leiðréttinguna og svo hafa fengið 60 milljarða í gegnum séreignarsparnaðinn. Þeir hafa líka búið við lækkandi verðbólgu eða stanslaust frá 2011 alveg fram til 2022. Vextir lækkuðu 92% þarna á einhverju 5 ára tímabili. Þannig að en sko staðan sem við erum að horfa á húsnæðismarkaði þar sem að við erum svona öll einhvern veginn með auguna á núna, þetta eru aðstæður sem eru til dæmis nýlegar. Þetta eru svona 18 mánaða tímabil þar sem að húsnæðiseigendur eru að horfa fram á rauninni sama veruleika og leigjendur hafa bara búið við í 12 ár. Og ég finnst það svolítið kostulegt og það sýnir okkur kannski líka bara hvað okkur er and fólk sem á og getur eignast. Þetta er svona þessi verðugu borgarar. Að nú ætlum við einhvern veginn að snúa öllu á haus bara til þess að reyna létt undir með þeim. Þó að það sé nú ekki kannski almenn sátt það. Ég held að stjórnvöld séu ekkit sérstaklega umhugað fátækar barnafjölskyldur sem eru að reyna að eignast húsnæði. En ég veit hins vegar að það er fullt af fólki sem er umhugað það. En þetta eru hins vegar aðstæður sem að leigjendur hafa bara búið við stanslaust í sko eiginlega bara alveg frá hruni. Og vorum aðtöfa það líka bara fyrir leigjendur að þeir þurfa að eiga við markaðsaðstæður og húsnæðismarkaði í hverjum einasta mánuði. Á meðan að sá sem að kaupir, hann þarf bara að gera það einu sinni. Hann bara kaupir okkur tímabundi, það eru markaðsaðstæðurnar sem hann þarf að eiga við, það er að segja verðlagninguna upphæð lána á þess aftar. En leigjandinn, hann þarf alltaf að mæta markaðsaðstæðum í hverju einasta mánuði þar sem að leigan á að taka mið af sko, verðmæti húsnæðisins og hækkun þess og ef að lánin hafa hækkað hjá leigusalunum og þess aftar. Og engar takmarkanir. Engar takmarkanir, hann eignast aldrei neitt, hann eignast hvorki eigið eða sparnað gegnum alla æfina. Þetta er ekki landi sem við viljum byggja okkur sko. Nei, og svo aðstæðunar sem við viljum búa við sko. Bitu höfuð á skömminni sem hún eitt aðrið á svo glæru þarna áðan er að meðan ástandið er svona þá eru við með langhæsta hlutvall ég held bara í heiminum af íbúðum í þéttbýli á skammtímalegum markaði. Airbnb og svoleiðis. Já, að við erum með sko í Reykjavík í lok nóvember þá voru 6,6% af öllu húsnæði í Reykjavík með virkaskráningu á Airbnb. Hæsta hlutfalli sem ég sé í Evrópu fyrir utan Reykjavík er á Mallorca. Það er 5%. Við erum með sko 6,6%. Wow. En þá er bara hálfsagan sögð vegna þess að Airbnb eru íbúðir sem eru eða eiga að vera með leyfi til heimagistingar sem er ákveðin leyfisflokkur. En svo erum við með annað vandamál við hliðina sem er jafnvel stærra og ég er ekki alveg búin að ná utan það vegna þess að ég hef lagt svolítið mikið kapp á að kortleggja Airbnb-markaðin að það eru íbúðir sem eru með rekstrarleyfi 2 og það eru íbúðir sem eru svona, voru nú frækt dæmi sem kom inn upp daginn í Bríetatúninu. Þetta eru ekki íbúðir sem við erum að telja með inn á Airbnb-markaðin. Þetta eru íbúðir sem eru með rekstrarleyfi 2 og eru þá inn á bookingsvefnum eða hotels. Og það vandamál er hugsanlega stærra heldur en Airbnb-markaðurinn. Og þó að við sem er 6,6% meðan að flestir aður
höfuborgir í Evrópu með frá svona 0,2 til 1% og við með 6,6%. Að þá erum við með annað vandamál við hliðina sem jafnvel stærra og það eru þessu íbúðafyrirtæki sem hafa fengið leyfi fyrir gististarfsemi í íbúðarhúsnæði. Við erum með 1070 leyfi á landinu undanfarin ár sem hafa verið gefin út þar sem að verið veitt leyfi til þess að breyta íbúðarhúsnæði í gistiheimili. 317 leyfi bara í Reykjavík. Þar sem að Reykjavíkurborg hefur sagt já við eitthvað braskara sem hefur keypt sér eitthvað hús á Baldursgötunni eða Laugarsveignum og vilja breyta því í gistiheimili. Og þetta ekki tekið með þegar að borgin að segja okkur hvað sé verið að bæta við húsnæðismarkaðinn. Í fyrsta lagi þá fer ekki nema kannski fjórðungur af því sem að verið að bæta við inn á almennan íbúðamarkað, hitt fer til fjárfesta sem að annarkot kaupa þetta til þess að leigja út á almennan markaði eða til ferðamanna og svo eru þeir á sama tíma að kaupa upp íbúðarhúsnæði til þess að breyta í gistiheimili. Þetta veruleikin. Þetta veruleikin sem að eiga sér stað bara á hverjum einasta degi á sama tíma og borgarstjórarnir hérna okkar koma fram og segja okkur að það sé mesta húsnæðisuppbygging sem við höfum nokkuð tíma séð í gangi. Sem bara alls ekki. Við erum ekki að byggja nema 2/3 af því sem var byggt hérna á 7. áratugnum. Miðað við hagkerfið var þrisvarsinnum minna á þeim tíma. Íbúafjöldin var heilmikið minni. En samt náum við ekki einu svona byggja eins margar íbúður í rauntölu. Og þá? Eru eitthvað skýringar sem þú hefur á því að það er nú alltaf þannig að við höfum gleymt hvernig að byggja hús og við eigum ekki peninga í þetta og svo framvegis. Hvað það sem að veldur þessu? Það út af því að við höfum enga félagslega uppbyggingu í húsnæði. Á 7., 7., 8. og 9. áratugnum og alveg fram á 10. áratuginn þá var mikið verið að byggja félagslega húsnæði. Það voru nokkur kerfi inn á byggingamarkaðnum. Það voru hagnaðardrifnir verktakar og svona einhverju fjárfestar sem voru að byggja. Það voru samvinnufélög, það voru verkalýðshreyfingin, það voru sveitafélög, það voru 3 eða 4 kerfi að keppa sín á milli hilli kaupenda. Og það var bara keppi á þeim að ná þessari hlutdeild. Núna erum við bara með 1 kerfi, það eru bara með hagnaðardrifna einkafjárfesta og það hagnast þeim best að halda aftur af uppbyggingu húsnæðis. Til að halda verðinu uppi. Það græða þeir meira per unna klukkustund sem að þeir þurfa að borga í laun heldur en að þau væri að byggja meira sem myndi halda aftur að verði. Þannig að við erum ekki með önnu kerfi sem að framleiða húsnæði, þá mun ástandið ekki breytast. Þessi samvinnufélög og verkalýðshreyfingin og svo framvegis sveitafélögin, þau voru ekki að byggja til þess að hámarka hagnað? Nei, þessi kerfi sem ég nefndi hérna eins og verkamannabústaðinir og sveitafélögin og samvinnufélögin þau byggðu allt án hagnaðarsjónum með það. Það að segja, eins og samvinnufélögin þá byggðu þau bara þannig að það var stofnum byggingarsamvinnufélög eða húsnæðissamvinnufélög og það var bara byggt fyrir félagana í þessum félögum og þeir greiddu svo bara sína hlutdeild af upprunalegum byggingarkostnaði. Það að segja, það var enginn sem greiddi á þessu nema kannski verktakinn sem að fljótur að byggja og hafði búið í þetta og kannski kassaði eitthvað inn, en það var engin fjárfestir, það var engin lóðabraskari, það var engin fasteignasali sem að var að hagnast á þessu. Það eru aðlarnir sem eru náttúrulega að rífa stærsta hagnaðin út úr þessu núna. Konum bara fram í skýrslu hjá BHM núna fyrir árið síðan að álagninga á byggingamarkaði húsbyggingamarkaði komin yfir 100%. Hún sennilega meiri í mörgu tilvökum og kannski almennt, en þetta minnst að kosti þar sem að BHM, Bandalag háskólamanna, hagfræðingur þeirra, setti fram í skýrslu og birti í fyrra vor. Mér hefur sýnst hún vera hátt í 150% með þau gögn sem ég hef. Og þetta svolítið merkilegt vegna þess að ég hef búin að ná í skýrslur hjá mörgum erlendu fasteignafélögum og til dæmis fyrirtæki sem heitir Savils sem stærsta fasteigna umsýslu fyrirtæki í veröldinni. Það aðstóðar stoppfjárfesta við að fjárfesta og leiðbeinaði minna á
fjárfesta í húsnæði í Hong Kong eða hvað sem sko. Og þeir gáðu skýrslu sem gerðu að beiðni borgarstjórnar London vorið 2019 þar sem að borgarstjórnin í London hafði áhyggjur af því að fasteignamarkaðurinn hefði ekki tekið við sem nægu afli svona þegar að fasteignamarkaði fóru yfir höfuð á stað eftir hruni, svona kringum 2015 þá byrjuði fasteignamarkaðir í Evrópu rétt á kútnum og 2018 þá leist þeim ekki á blikuna og letu Savils greina fyrir sig hvaða væri sem að olli þessari tregðu, okkur var ekki verið að byggja meiri í London og þá komast þeirra niðurstöðu að sem sagt hagnaðurinn eða sem sagt svona þetta profit margin á byggingamarkaðnum hafði farið allavega niður í 16% í London og þeir sögðu að til þess að fá alla fjárfestingana fjárfestana til að hópast inn á húsnæðismarkaðinn þá þyrfti hlutdeildin eða hagnaðurinn að vera á milli 22 til 28%. Við erum með 150%. Já. Og við búum hérna við tregðu og skort. Þú veist bara hvað er eiginlega að? Hvað er að, já. Og þessi álagning, þetta bara það sem þessir aðilar að rukka umfram það sem þetta kostar þá, að kostnaða verði sjálft. Já, við erum með fullkomnustu reiknivél sem að Hagstofan hefur nokkuð tíma búið til sem heitir reiknivél byggingakostnaðar. Árið 2016 tókuður það ákvörðun að hætta uppfærana. Ég held að sé til þess einmitt að sé ekki hægt að fara í hana og sækja almennilega upplýsingar til þess að geta sagt, heyrðu, akkur þeir að selja 1 milljón, það kostar bara 300.000 kall fermetrin. Hættu þeir að uppfæra hana? Já, og segja bara, heyrðu, það er ekkert að marka sér vel lengur. En hún er enda svo fullkomin, hún var smíðuð á 9. áratugnum, þar sem að starfsmenn Hagstofuna tóku þátt í því að byggja stigagang í Breiðholti og tóku saman bara allan kostnað sem féll til við að byggja heilan stigagang og tóku nótu fyrir kaffipökkunum og kaffifílturunum og öllu saman. Ef það farið út í Bíkó þá var bara að skrifa niður hvað margir kílómetrar þetta voru og var allt tekið saman. Og heilu stæðurnar af nótum. Kostnaðarverðið. Og þá var þetta reikna út hvað kostar að byggja svona vísitölu íbúð sem var 4 herbergi íbúð í 12 íbúð á stigagangi og hún var svo uppfærð 3 sinnum. Með að við byggingarreglugerðir og byggingar aðferðir og efni og þess áttar. En 2016 ákvaða bara að þetta vil ekki viðhalda þessari reiknivél. En ef þú notar hana og framreikna bara upphæðirnar með byggingavísitölu sem er rauninni það er rauninni bara mjög lögmætt aðferð, þá sér maður að fermetrin, byggingakostnaður við fermetri Reykjavík í kringum 330-40.000 og það er önnur reiknivél sem heitir sem reiknar út gatnagerðargjaldið og hún er líka byggð á byggingakostnaði og það er nánast sama upphæð. Þannig við sjáum að það er verið að selja fermetrana í kringum 900.000 krónur í Reykjavík en kostnaðurinn er kannski ekki nema 350.000 og hann endurspeglas líka bara í virðismati hjá tryggingafélögunum. Brunabóndamatið er líka bara á svipuðum slóðum. Og kannski að fólki finnist það ótrúverðugt, ótrúlegt að þessi reiknivél sé bara stoppuð eða að það sé komið í veg fyrir að hún fái réttar upplýsingar en þegar ríkisstjórnin er með einhverja málefnahópa í gangi að skoða nýja húsnæðisstefnu úrlausnir í húsnæðismálum að þá er það gjarnan leigusalar og stórir hagaðalar, braskarar sem að virðast hafa bara afgerandi áhrif á stefnuna. Já, þeir eru yfirleitt kallaði til og ég man eftir í fyrra, það voru 2022, þá fekk ég með herkjum að sitja starfsfundi eða svona vinnufundi í kringum einhverju hugmyndur leigumarkaðinn og það var nú Ragnar Þór formað VR sem að krafðist þess að ég fengi að sitjast að fundi fyrir hönd leigjenda og ég settist þarna inn á svona 22 öðrum og ég var eini fulltrúi leigjenda. Allt hitt voru eigna fólk eða fulltrúa leigufélagana og það átti ekki eins svona kalla fulltrúa leigjenda í þessa vinnufundi sem voru fóru fram yfir 2 síðdegi, þetta voru 2 5 tíma fundir. Og þau sjáu bara hvernig samráðið er. Samráðið er allt við kapitalið, við fjárfestana. Hvernig vil ég hafa þetta, strákar? Hvernig er best að græða sem mest á þessu? Þetta er samráðið og
þetta er svolítið merkilegt bara á þessum árum 2016-17 þegar það er búið að klára að selja alla íbúðunar út úr íbúðlánasjóði sem við vitum alveg að braskarnir sátu og við erum með gögnin yfir það, við erum með listan yfir allar þessar kaupendur. Glæpsamleg einkavæðing eiginlega sem átti sér stað þar. Þar var verið að selja íbúðir, þarna var fasteignaverðið í lægstulegðum, hafði aldrei verið svona lágt í sögulegu samhengi, en samt var íbúðlánasjóður að selja þetta með svona 25% undir þáverandi markaðsverði. Og þegar þetta er búið, þetta klárast á sama ár og varasjóður húsamála sem hafi verið starfandi frá 2002 sem hafi það eina hlutverk að selja félagslegt leiguhúsnæði einkavæða hann klárar sitt starf sama ár og íbúðlánasjóður klárar sitt starf og þetta er sama ár og Hagstofan hættir að til dæmis að skoða stærðin á leigumarkaði aldurshópana á leigumarkaði hættir að uppfæra byggingavísitöluna eða reiknivélina. Þetta gerist allt á sama tíma sem að segja mér það að það er eitthvað stefna, það er eitthvað kerfi sem að er þarna og það er mjög áþreifanlegt en það hefur ekkert nafn og við sjáum ekkert almennilega andlitið á því en það er þarna og mjög áþreifanlegt og þetta er örugglega og þetta er engin tilviljun en þetta var allt saman eiginlega gerst leið og var búið að breyta eignarhaldi á húsnæði þarna eftir hrunið. Og þá var einhvern veginn ákveðið að þessi fína reiknivél var ekki þörf á henni lengur. Þó hún hefði verið svona flott og... Já. Þetta er bara til þess að við getum ekki sagt, heyrðu, það hefur verið okra okkur. En þá geta fjárfæstarnir og kapitalistin sagt, heyrðu, það er ekkert að marka þessar reiknivél. Þetta er miklu dýrara, en þeir opna hins vegar aldrei bókhaldið. Og við sáum það líka bara þegar hlutdeildarlánin voru sett fram, að í fyrstu reglugerðinni sem var sett fram í nóvember 2022 hlutdeildarlánin, þá stóð að sá byggingaraðili sem ætlar að fá að vera með þessum hlutdeildarlánum eða byggja inn í hlutdeildarlánakerfið, hann átt að skilin gögnum byggingakostnað inn til HMS. Þannig að væri gagnsæi yfir það hvort það væri ekki í raun verið að byggja hagkvæmt. Reglugerðin var breytt í júlí 2022, þetta var það í nóvember 2021 og þá er þetta ákvæði tekið út og það eru ýmsum ákvæðum breytt og ég sendi fyrirspurnir á ráðunettinu og spurði fyrir þessar breytingar og ég fekk aðstoð frá persónuvernd og að ég átti rétt á að fá þessu upplýsingar og fekk ég öll samskipti, alla tölvupósta og allt sem hafi varðaði þessar breytingar á reglugerðinni en það var hvergi rætt að taka út þetta ákvæði þar sem þetta skilda byggingaverktakana til að skila gögnum byggingakostnað og samkvæmt svona síðustu svörum sem ég fekk úr fjármálaráðuneytinu að þá var bara einhver í fjármálaráðuneytinu sem fór fram á það að þetta er fellt út og var ekki til neitt minnisblað, var ekki til neitt tölvupóstur en það var bara einhver sem fór fram á það að þetta er tekið út og það er væntanlega kröfu fjárfestana sem vilja ekki upplýsa almenningu það hvað kostar raunverulega að byggja húsnæði vegna þess að þeir vilja geta selt þetta með 200% álagningu. Græða sem mest. Það er svoleiðis. Og nú er það þannig að þessi gömlu kerfi sem við erum að tala um, þessi félagslegu kerfi, samvinnuhreyfingin, verkalýðshreyfingin, verkamannabústaðarnir og svona sem voru óhagnaðardrifin og við erum ennþá með ykkurar svona stofnanir eins og Bjarg og fleiri svona húsnæðisfélag sem eru að reyna að byggja án þess að vera að græða á fólki en þau fá alla lán og hvað þá lóðir og það er mjög erfitt að starfa sem svona samvinnuhreyfing í dag. Það er ekki hægt. Það var uppur aldamótunum, þá voru lögum samvinnufélög breytt til þess að eyðileggja sambandi íslenska samvinnufélaga til þess að geta skipt því upp og það voru náttúrulega gríðarlega sterk stofnun og hann satt nú að mestu allar eigur sambandsins hann Ólafur Ólafsson í Samskipum sem er nú einmitt núna stórtækur leigusæli og Glæpamaðurinn Ólafur Ólafsson, allt þannig málið. Hann hirti meira og minna svona bestu bitan úr sambandinu og þar voru framsóknarmenn flestir sem sátu þar við kjötkallana og hirtu eigundar á sambandinu og það var svo lagt niður. Skelving. Síðustu húsnæðissamvinnufélögum voru að byggja hérna rétt fyrir aldamótin. Það var húsnæðissamvinnufélag unga fólksins sem byggði nokkra blokkir út við Grandan.
það kom upp kröfur fljótlega eftir hrunið, einmitt frá leigjendasamtökunum sem voru stofnað 2013 að það ætti að auðvelda byggingarsamvinnufélögum að starfa og að stofna byggingarsamvinnufélögum að starfa. Og Eygló Harðardóttir, þáverandi ráðherra húsnæðismála, hún breytti reglugerðinni á þá lund að það ekki hægt að stofna þau eða reka þau í dag. Þannig að við höfum frá aldamótum ekki geta stofnað neitt húsnæðissamvinnufélag sem þó eitt algengasta fyrirkomulega húsnæðisuppbyggingu í allri Evrópu. Við getum það ekki. Það ekki hægt að stofna og reka húsnæðissamvinnufélag á Íslandi. Og því að stjórnmálamennir okkar á að hanna bara þannig. Það hönnuð það bara þannig, þetta ekki hægt. En þetta samt sem áður algengasta fyrirkomulagið í Evrópu, sérstaklega á leigumarkaði, að byggja samvinnufélag. Nú hefur komið út af Vienna í Austurríki að það talin einn lífvænlegasta borg í Evrópu og þar held ég 60% minni mig. 80% öllu húsnæði, félagslegt leiguhúsnæði í borginni. Já, af einum eða öðrum toga. Það eru svona nokkur gerfi, óhagnaðardrifin gerfi. Það eru bæði íbúðir sem eigu sveitarfélagana og svo eru bara stór húsnæðisfélög sem að starfa eftir mjög stífu regluverki. Og það kvartar enginn undan þessu. Það er alveg sama hvað stjórnvöld hafa verið í Vín undanfarna öld, það hefur engum dottið í huga að hrófla við þessu. Jafnvel ekki hörðustu fasistum eða kapitalistum, ekki dottið í huga að hrófla við þessu. Þetta bara virkar svo vel. Þetta bara virkar svo vel og það kvartar enginn. Það græða allir að tá á fingri. Fasteignafélögum græða það líka, finnst þeim. Það myndi kannski, græða kannski ekki með við íslenska fjárfesta. Þau græða bara alveg feiki nóg. Og þetta er gott og hún segir þetta á heimasíðu Vínaborgar, Karen Ramser sem yfirmaður húsnæðismála hjá Vínaborg. Hún segir að fasteignamarkaðurinn sé dæmumarkað þar sem að skortur leiðir ekki til jafn aukinar framleiðslu, heldur aðeins til hækkandi verðs. Og það er ástæðan fyrir því að þau vilja ekki hrófla við þessi kerfi vegna þess að húsnæði ekki markaðsvara og húsnæðismarkaður hann virkar ekki eins og hefðbundnir hrávörumarkaðir eða neysluvörumarkaðir. Það liggur svolítið hundurinn grafin að þetta er mjög sérstakur markaður að því að hús á að vera til þess að lifa í, ekki til þess að vera að græða á ykkurum öðrum. Já, og þetta gerir þetta svo alvarlegt fyrir okkur í Íslandi vegna þess að það á að gera luxus, sko. Nei, árið 2017 þegar að Varasjóður húsamála líkur erindi sínu, hann reynda til ennþá og það meira að held ég starfsmaður ennþá á launum hjá Varasjóð húsamála norður á Sauðárkróki sem heyrir undir HMS, hann starfar endur ekkit við þetta lengur í dag, ég held að sé bara ég veit ekki alveg af hverju þetta er þannig, en ég talaði við hennar mann fyrir rúma ári síðan og mér fannst þess að hann þyrfti svolítið að leta á hjarta sínu, ég held að hann sé kannski ekkit sérlega stoltur yfir þessum tíma, en þannig verið á þessum tíma þá verið að selja einkavæða meira með allt félagslegt húsnæði á Íslandi og þegar það yfirlauk þá var félagslegt húsnæði á Íslandi aðeins 2,47% af öllu húsnæði á Íslandi sem lang lægsta hlutvall af félagslegu húsnæði í allir Evrópu. Og meðan það 80% í Vienna og það lífvænlegasta borg Evrópu. Við erum með 2,47%. Vá. Og við erum með enga sjálfsbjörg í gegnum samvinnufélagskerfið. Við erum með Bjarg, en Bjarg búin að byggja 1000 íbúður á 8 árum. Mjög erfitt í rekstri hjá þeim. Það alltaf mótið þeim verið störa. Já, á þessum 8 árum hefur okkur fjölgað 50.000. Þetta allt og lítið íbúðum. Já, og þeir hafa þurft að skila inn fjármagni, af því að það er svo gott að það komið fram. Þeir hafa þurft að skila inn fjármagni vegna þess að skipulaða lóður í Reykjavík eru alltaf eru lóðir sem braskarinn eiga og kosta marga milljarða að byggja á. Borgin eiginlega ekki með neitt land nema örlítið land eftir, ég held að sé búi reyndar upp í Úlfarsadal þar sem að þeir hafa verið að byggja á eigin landi, en meira og minna öll uppbyggingi í Reykjavík undanfarin 8-9 ár hefur farið fram á lóðum sem að braskarinn eiga og það þar sem að þessi risa þessu stóru upphæðir eru sem að valda þessum hækkun að auki á húsnæði og Bjarg hefur ekki treyst sér til þess að byggja á svona lóðum vegna þess að þeir ætla sér að byggja ódýrt til þess að geta leikt ódýrt og þá geta þeir ekki verið að kaupa af einhverjum illa þokkuðum bröskurum smá bletti á 4 milljarða. Akkurat, verðlagningin bara út úr öllu valdi. Þannig að sveitafélögin náttúrulega
að tryggja það að það séu lóðir til þess að þetta byggja. Já. En þrátt fyrir það, þá myndi Bjarg aldrei geta bjargað þessu. Þó að Bjarg myndi fimmfalda framleiðslunni á sér, þá tæki það Bjarg svona cirka 15 ár að fara að hafa áhrif á almennan leigumarkað með því að sko vera valkostur. Og þetta þarf að gerast núna. Það þarf að vera valkostur til þess að sé fara að hafa áhrif á almennan leigumarkað. Við erum með 4.000 einstaklingar sem eru á biðlista hjá Bjargi. Við erum með 1.000 manns á biðlista hjá félagsbústöðum. Það ætti rauninni miklu fleiri að vera þarna inni. Og meðan að staðan er þannig að þeir sko ná ekki nema að þjónusta brot af þessum fólki sem er að bíða hjá þeim. Að þá mun ástandi ekkit lagast sko eins og segi. Það er þetta fimmfalda framleiðslu hjá þeim og samt myndi það taka svona 15 ár. Og núna með nýju kjarasamningunum sem er margt ágætt við, fríar skólamáltíðir og launahækkanir, ekki í prósentum talið og svo framvegis, ýmislegt ágætt. En það var ekkert að segja að hér hafi verið gert vel við leigjendur. Breiðfylkingin, ASÍ, þeim mistókst það, að þeim tókst ekki að koma með eitthvað raunverulegt til lengri tíma fyrir leigjendur. Það eru hækkaðar húsnæðisbætur en líklega með það skila sér í hækkuðu leiguverði. Við erum að sjá það gera strax og við sjáum að fjárfestanir eru að sjá sér leik á borði. Arion banki ætlar að fara í þetta og fleiri bara, þeim líst vel á skilyrðin fjárfestanum til þess að fara að græða meira. En þá kemur að því að nauðsyn leigjenda samtaka, þau áður en að þau voru aftur stofnuð en það fyrir bara fáum árum, og þá voru engin starfræk leigjenda-samtök, allan ekki mikið virk á Íslandi, en við sjáum og þú hefur sagt frá þessu gjarnan að virk og öflug leigjendasamtök, styrkur þeirra er bara í beinu sambandi við stöðu leigjenda. Já, það er þannig að þar sem eru öflug leigjendasamtök, og það eru öflug leigjendasamtök í meira meira allri Evrópu, þau eru svona að spretta upp á Balkanskaganum svolítið núna, af því að það er einmitt að verða til svona nýfrjálshyggju fyrirkomulega húsnæðismarkaði þar, og við höfum einmitt verið í samstarfi við leigjendasamtök þar í Bosníu og Makedóníu og Serbíu, af því að þar er að verða til svona nýfrjálshyggju húsnæðismarkaður. En allstaðar annar staðar, svona í sko mið og vestur og söður og norður Evrópu eru starfandi öflug leigjendasamtök, og það er mjög sterk sko svona samfylgni á milli styrk leigjendasamtakana og bara sko stöðu leigjenda almennt og bara stöðunar á húsnæðismarkaði. En það er nú bara þannig að þessi samtök hafa alltaf verið rekin í sjálfboðaliða starfi og eru gerð ennþá, og það er náttúrulega held ég bara meðvita hjá stjórnvöldum að reyna að halda aftur af styrk og afli og stöðu leigjendasamtakana til þess að þau geta ekki fara að hafa áhrif til góðs. Og það er bara sorglegt, en ég veit hins vegar að leigjendur hérna úti við á endanum munum bara í sameiningu búa til þetta afl og framhjá stjórnvöldum, og það var leiðilegt og virkilega svekkjandi og kannski eitthvað mestu vonbrigði sem ég upplifa í seinni tíð að verkalýðshreyfingin hafi ekki barist fyrir leigjendur með meiri krafti. Þeir höfðu gert það í lífskjarasamningunum 2019 og lögðu sér alla fram þar og kreistu þar fram nokkur lofur sem var ekki staði við. Þeir innheimtu ekki þessi lofur samningarna 2022 og heldur ekki núna. Þannig að það eru mikil vonbrigði. Ég veit ekki af hverju. En gott og vel, það voru þarna 80 milljarðar sem fengu frá ríkinu í vaxtastuðning til þeirra sem er að kaupa, og það fer einhver peningur í aukin húsnæðisstuðning til leigjenda sem þó er löngu farin og fóru á meðan voru bara inn í karpúsinu. Það eru fríar skólamáltíðir sem að kosta 15 milljarða. 10 milljarðar af þessu 15 milljarðum fara til fólk sem þurfa ekkert á því að halda. Það eru sko, Halldór Benjamín þarf ekkert á því að halda að börnina séu fría skólamáltíð. En samt fyrir verkalýðshreyfingin fram á það að fá pening frá ríkinu sem að 2-3 hluta til fer til fólk sem þarf ekkert á því að halda. Og það er ekki sérstaklega kröfur aukna skattheimtu á þau ríku? Bara alls ekki. Nei. Og en mér langaði þess að komast inn á þetta með hvernig leigusalar svona líta á ástandið. Þeir sjá hvernig þetta skilaði sér allt saman, öll þessi hagsmunabaráttu leigjenda í síðustu kjarasamningum, að lífeyrissjóðirnir, þeir fóru strax og keyptu heimavelli fyrir 61 milljarð.
61 miljard. Thor Ilefsen, sem er eitt ríkast maður Noregs, hann keipti heimavelli á 17 miljarda í júli 2021. Wow. Lífeyrissjóðarnir borguðu honum 1.900 milljónir á hverjum einasta mánuði sem hann átti heimavelli í hreinum hagnað. Vá. Almáttugur, það er... Fyrir 61 miljard hefðu lífeyrissjóðarnir geta byggt í kringum 6.000 íbúðir. Þegar lífeyrissjóðarnir kom inn á leigumarkaðinn með gegnum heimavelli, þá varð engin íbúð til. Það bættist ekki ein íbúð við húsnæðismarkaðinn. Áttum okkur því. Þetta er bara eignarhald á húsnæðin sem er fyrir. Það er ekkert gerst. Lífeyrissjóðarnir eiga heimavelli í dag. Vikuna eftir þá fara heimstæðin eða heimavellir og auglýsa nýjar íbúður sem voru að byggja sjálfur í Garðabæ og í Eskiási. Eða minnstakosti framkvæmdastjóri heimstæðin skrifaði fyrir félaginu Eskiás EHF sem að byggir þessar blokkir, þetta eru 4 blokkir. Ég veit hvað það er að leigja blokk íbúður, 105 íbúð á 400.000. Já, ég var einmitt að fara að segja sko. Það er líka verið að selja íbúður úr svo samverkefni sem að heimavellir heimstæðin að byggja. Það er íbúður að selja á 82 miljónir sem verið að leigja á 400.000. Ef þú átt fyrir útborgunni, fyrstu kaupandi, það held ég að séu 13 eða 12 eða 13 miljónir sem það eiga, þá eru lægstu afborganir af þeim lánum, miðað við ástandið í dag, 284.000. En heimavellir, heimstæðin og lífeyrissjóðarnir eru að leigja þetta á 400.000. En þeir keyptu þetta ekki á 82 miljónir. Þeir byggðu þetta. Kostnaðinu þeirra á bakvið íbúðina sem að þeir eru að leigja á 400.000, hann er kannski 35 eða 40 miljónir. Já. Vá. Þetta eru lífeyrissjóðarnir. Og lífeyrissjóðarnir taka þátt í þessu. Þannig eru lífeyrissjóðarnir og svona viðskiptamódeli hjá þeim inn á leigumarkaðin. Og hér það er engin geimvísindi að koma einhverju skikki á þetta að þú bara farið að sjá hvaða kostar það að byggja þetta á og svo framvegis og með svona einhverja leigubremsu sem bregst við með hvað kostnaður þeirra og hvort þið sé að skila smá hagnaði en þeir megi ekki vera með einhverja 100% álagningu á þessu með slíkri leigubremsu. En þeir eru að fjárfesta fyrir 100 miljardar í félögum eins og Eimskip og flugleiðum og Marel. Þar sætta sig við svona 6-8% ávöxtun á ári, þar að segja hækkun á hlutafénu og þeir eru að sætta sig við svona 0,4-0,7% í arðgreiðslur. Af hverju átti ekki að gilda sama með húsnæði sem að Já, einmitt. Af hverju ekki? Ég hef verið að spyrja þeir sem að tala fyrir þessu. Ólafur Margeirsson, félagi minn, hann hefur verið að tala mikið fyrir þessu aðkomi lífeyrissjóðanna. Mér finnst að lífeyrissjóðanna, þeir eru með fjárfestingarstefnu sem hafa viðhaft á hlutabréfamarkaði í áratugi sem gengur út á það að ávaxta hlutaféð 6-8% á ári og fá svona 0,4-0,7% í arð á hverju ári þessu leigutekjur fyrir peningana. Það var nákvæmlega sama vera inn á húsnæðismarkaðin. Það getur verið öðruvísi fyrirkomulega þar að ef þeir ætla að haga sér svona þá mun að ef þeir ætla að leigja íbúð af 400.000 sem kostar 40 miljónir að byggja þá tekur það 9 ár fyrir lífeyrissjóðana að eignast íbúðina eða láta leigjandann borgana upp. Já. Engar hömlur hana. Engar hömlur. Og þeir verða líka átt ykkur á því að lífeyrissjóðarnir, þegar þeir koma til með að byggja og leigja, að þá eru þeir ekki að taka lán. Þeir eru ekki með neitt fjármagnskostnað. Þetta er allt bara peningar sem þeir eiga. Þeir eru ekki að borga neina vaxtakostnaði til bankana. Þannig að við mögum náttúrulega bara verðum að ætlast til þess að þetta allt saman skilir sér til leigjenda. Það er að segja, þeir þurfa ekki að borga neina vaxtakostnað, geti skilt fyrir bak við hann. Þeir þurfa að reikna leigun út frá byggingakostnaðnum, ekki markaðsvirðinu. Ekki hvernig það er metið bara sem virði í bókunum. Það er fínt fyrir þá. Það geta sagt þeir eru lífeyrissjóðir eiga 1.000 milljarði húsnæði. En þeir eru að reikna út frá hversu mikið virði húsnæði er með að við bara endurmatsvirði eða byggingakostnað. Og svo eiga að setja bara sömu kröfur arðsemi, segjum bara 0,7%. Ég veit að leigan er náttúrulega lág,
En svo koma þessi félög með, ég hefði verið með ekstra kostnað, viðhalskostnað, skatta og þess aftar, bara gjör þessu vel. Þegar að leigu verðið kannski komin í 80.000 kall fyrir 150 íbúð, bara gjör þessu vel, bara bring it on, komið með kostnaðin og skattin, ég veit að það er 60-70 skall, kannski mánuði. Og þú ert að meina að þó að þetta regluverk væri svona miklu sterkara að þeir væri ekki að ná að skila eins miklum hagnaði úr þessu, þá væri þeir samt að skila hagnaði langtíma. Alveg. Það er langbesta fjárfestingin hefur. Og þetta er líka að vera átt okkur því að leigjendur eru eldast og þetta er það sem við sáum í tölunum frá Hagstofunni 2016 hversu aldurshóparnir svona 34 til 55 ára að þeir hefðu rúmlega tvöfaldast. Það þýðir að sko eftir svona 10 ár þá fara eftirhrunskynslóðarnar að koma inn á lífeyrisaldur og við vitum að lífeyrisþegar á leigumarkaði eru þeir sem hafa það allra verst af öllum og lífeyrisþegarnar hafa verið að fá kannski svona 4-5 upp í 6% af sínum sjóðfélögum inn á lífeyrisaldur verandi á leigumarkaði. En eftir 10 ár þá fara þessar tölur að vera svona kringu 20 og enda í 30%. Og hvað ætla lífeyrisþegarnir að gera? Ætla þeir að búa við kröfu frá þessum stóra hópi að hækka lífeyrisgreiðslurnar til að geta staðið undir þessum kostnaði eða ætla þeir að bjóða upp á mannsæpandi og ódýrt leiguhúsnæði til þess að fólk geti átt þetta áhyggjulausa ævikvöld sem okkur hefur verið selt alla tíð. Fólk sem búið að vera að vinna alla ævi á Íslandi og svo er það beint farið með það í svona leigugildru. Og aðeins hérna ASÍ, svona af hverju þetta gengur ekki upp, af hverju ASÍ er ekki meira saman í því að taka á þessu, því að þetta er svo stórt mál, þetta varðar okkur öll. Það virðist vera þarna vanti ákveðna samstöðu af því að það er náttúrulega ekki allir í sömu stöðu, það er ekki allir leigjendur en kannski líka vanti bara ákveðna pólitíska sýn á það hvernig húsnæðiskerfi gæti litið út og kannski ASÍ sé að gera of lítið úr sínu mögulega hlutverki í því að þrýsta á raunverulegar breytingar. Svo ég hef ákveðna skoðun á þessu. Það er nú þannig að innan ASÍ eru fæstir starfsmenn kjörnir af félagsmennum. Þetta er ekki fulltrúar vinnandi fólk sem að vinna á skrifstofunni. En það er þeir sem vinna á skrifstofunni sem hafa langmestu áhrifin. Formenn félagana sem að sitja hinum í ýmsu nefndum og ráðum, þeir treysta starfsfólkinu á skrifstofunni bara fyrir því að greina aðstæður, koma með tillögur, taka þátt í samstarfi við stjórnvöld, sækja fundi til samtaka atvinnulífsins og viðskiptaráð og þar fram til götunum. Og þannig erum við að tala kannski hópa fólki sem á kannski miklu meira sameilt með akkurat þessu fólki í samtökum atvinnulífsins, hjá viðskiptaráði, hjá stjórnvöldum, heldur en hinum almenna launafólki sem að formenn félagana fari fyrir. Og þetta verður þess að við erum með hópa fólki, sérfræðingum, lögfræðingum og hagfræðingum og starfsmönnum þessara nefnda sem að eru bara hluti af þessu þjóðfélagsmengi sem að við erum að reyna að fá til þess að standa með okkur. En þeir tilheyra miklu frekar fólkin sem græðir á þessu. Og þarna held ég að sé svona hundurinn grafin og mér hefur stundum fundist ASÍ vera svona eins og ég ímynda mér að kirkjurnar hafi verið hérna í gamla daga. þar sem að kirkjurnar voru svona þar sem að alþýðan eða öregarnir og almúgin treysti á, en kirkjan tilherði aðlinum og kirkjan var í því hlutverki að biðja svona lágmarks svona miskun lágmarks handa almúgan, en tilherði aðlinum, en þetta var samt sem áður stofnun sem að almúgin leitaði til með úrlausn og sína angist og þarna þetta finnst mér vera yfirbragðið á stofnun eins og ASÍ. Það er nokkuð sorgleita því að áður fyrir var þetta kannski frekar stofnun okkar, fólksins, að fólk var að manna verkalýðsfélögin, þau voru meira virk í þessu einhvern veginn og meiri tenging. Heitir á ensku People's Alliance. Já, einmitt. Og í því nafni náttúrulega felst þetta eru samtök fólksins. En ég held að því miður að það sé það ekki raunin í dag, þetta sé, en það sáum við líka bara það, hvernig hvað fer vel á með svona forystu fólki í ASÍ og svona stjórnvöldur sem eru klárlega að vinna fyrir fjármagnið.
Það gefur auga leið einmitt ef það ekki mikil grasrótarvirkni í verkalýðsfélagi og topparnir eru með milljón á mánuði og oft sko landið yfir það. Það var kannski aldrei dýft hendin í kalt vatn sjálfur sko. Nei, einmitt, akkurat. Aðeins svona leigjendasamtökin sjálf að nú hefur ykkur verið lofað leigjendasamtökunum að þið myndu fá framlög frá ríkinu til að reka ykkur en þú ert ennþá og þið í sjálfboðavinnu og hafi ekki fengið þessi loforð enn. Nei, árið 2018 þá var þetta ASÍ, bara svona forsagan, ASÍ hefur undanfarin 6 landsting ályktað, þar að segja, þá erum við að tala fulltrúa verkalýðsfélagana af öllu landinu, vinnandi fólk og þar hefur landstingi alltaf ályktað að það þurfi að styrkja og efla leigjendasamtökin og árið 2018 var þetta eina helstu kröfum verkalýðsfélagana fyrir lífskjarasamningana og þeir komu þessu í gegn. Lofur númer 13 að ríkið stæði að því að fjármagna leigjendasamtökin. Það var svo ekki staðið við það. Við erum búin að senda ítrekaðar bréf til flestra ráðuneyta þar sem við förum fram á það að þessi lofur séu uppfyllt vegna þess að þau eru fjármögnuð og þau eru kynnt og þetta mér sagt af fróðumanni að þetta sé hreinlega bara brot á stjórnsýslu lögum að uppfylla ekki þessi lofur þar sem eru kynnt og fjármögnuð og þetta var við vitum raunin ekki bara hvar treðan leikur. Ég held að því að ég segi þetta bara persónulegri reynslu að ég sem sósíalisti ég stend í sósíalískri baráttu fyrir leigjendur á íslensku leigumarkaði. Mín orðræða sósíalísk og bara eins og öll önnur leigjendasamtök sem að ég að fylgjast með í allri veröldinni þá barátta leigjendasamtök alltaf sósíalísk. En ég hef mætt alveg ótrúlega miklu tregðu og svona hálfgerðir svona skeytingaleysi sem að ég merki svolítið sé tengt því að ég sé sósíalisti. Þannig erum við náttúrulega bara að fara inn í gín nýfrjálshyggjunar og þá reynt að stimpla mann sem einhvern öfgamann og þar fram til göttunum og ég held að tregðan liggi svolítið þar og hún liggur þar svolítið meira að hjá bara flestum flokkum, jafnvel flokkum sem að þykjast kennast við félagshyggju að þeir hafa ekki verið sérstaklega mikið við að taka undir kröfur okkur að ríkið standi við þessu loforð að styrkja leigjendasamtökin, þannig að við getum haldið út í starfi. Við erum í hagsmunagæslu fyrir yfir 40.000 heimili á landinu og það eiginlega bara með ólíkindum að við skulum vera að gera þetta í sjálfbálega starfi vegna þess að við erum að tala hagsmunir fólk sem þetta stærstu hagsmunir þessar fjölskyldna. Þetta ekki, stærstu hagsmunir fjölskyldna hann á leigumarkaði ekki 6 krónu hækkun á brauðinu í krónu. Það 40 krónu hækkun á húsalegu. Já. Þetta stærstu hagsmunir þessar fjölskyldna og þess vegna þurfum við bara að stækka og við þurfum að finna leiði til þess að fjármagna okkur til þess að við getum verið í fullu starfi við þetta. Ég sjálfur bara komin eiginlega upp að vegg bara með bara svona mína eigin tilveru vegna þess að ég búin að vanrækja allt sem heitir svona mitt faglega starf. Ég sjálfur garðyrkjumaður og landslagsarkitekt og svona eiginlega bara búin að koma mér einhvern veginn svona út úr því sjálfur vegna þess að ég hef eiginlega ekki unnið í 2,5 ár nema svona ég hef verið að selja möndlur í desember, það hefur svona fleytt mér stundum eitthvað fram eftir útmánuðunum og svo ég hlaupið inn á hálendið að gera göngustíga, þá hef ég verið að vinna bara 16 tíma á sólarhring í kannski 2 mánuði og þjána ágætlega á því en orðið hálfveikur í skroknum við það. Þú ert að leggja mjög mikið á því ég að borga þessa baráttu allar saman. Ég hef búin að standa ströym af þessari baráttu meira meina allur bara úr eigin vasa. Og einu starfrækur leigjendasamtök á Íslandi og bara svikin loforð. Já, og þetta fannst mér líka að vera svona ákveðin svik við okkur af hendi verkalýðshreyfingarinnar í síðustu kjarasamningum að þau skulu ekki að minnstakosti hafa farið fram með þessar kröfur okkar því að við komum með ákveðna tillögu að ríkið myndi ekki borga okkur neitt úr eigin sjóðum, heldur tækja að sér að innheimta félagsgjöld í gegnum leigusamningana. Við lögðum til að fjármagnstekjuskattur á leigusala yrði hækkaður 0,2% sem að væri rauninni félagsgjald leigjenda til leigjendasamtakana en væri þá ekki peningar sem færu ríkissjóði. Heldur færu bara í gegnum ríkissjóð frá leigjendum, það voru leigjendur sem borguðu þetta og þetta færi í gegnum skattheimtuna hjá
hjá leigusölunum og myndi svo koma til okkar. Þetta lögum við til. Ég var að fara að segja, þetta bara frábær hugmynd. Og þetta var það sem við rættum á og fundum með verkefnishreyfingunni í haust, en það kom ekkert út úr. Og við erum ennþá bara með nokkra þúsundkalla inn á reikningunni hjá okkur sem eru bara restarnar af frjálsum framlögum, því að við höfum, en sem blessunlega höfum við fengið styrk frá vorstjórninni og við höfum keypt fyrir þann styrk kannanir hjá Maskínu og við höfum fengið aðstoð lögfræðings til þess að gera lögfræði álit og við höfum getað leikt okkur aðstöðu í Borholti fyrir þann styrk, en sá styrkur skilyrtu þannig að hann ekki fyrir launagreiðslur. Ég næ ekki hver fyrir staðan að styðja við Ég var að segja það rétt á hann. Ég hef augljóst að því að ég sósíalisti og þetta sósíalísk barátta og þess vegna held ég að það skýri bara fyrirstöðuna. Ég fer ekki ofan af því. Því miður að þá heyrir maður þessi sjónarmið líka innan ASÍ en þetta bara eðli málsins samkvæmt að þú ert með leigjenda samtök þá eru þau að fara að stunda sósíalíska baráttu ef þau eru að fara að berjast fyrir hagsmunum leigjenda, því að við erum að tala að stofna og gera vel við óhagnaðardrifin byggingafélög, við erum að tala leigubremsur, við erum að tala að stoppa markaðinn, að setja hömlur á hann, þannig að þetta bara í eðli sinu sósíalískt en það þýðir ekki að leigjenda samtökin sjálf séu endilega aðhyllist sósíalisma, þannig þau eru sjálfstæð Samtökin ekki sjálf í sósíalistaflokknum. Ég í sósíalistaflokknum, ég sósíalisti og hef bara alltaf verið það. Mína hugmyndir samfélagið eru sósíalískar. Ég hef líka bara, ég finnst það alltaf sagt á þeim fundi þar sem ég hef komið og hitta þingflokka eða stjórnmálaflokka eða stjórnmálamenn að mér gengur ekkert illt til gagnvart því fólki. Það eina sem ég gengur til að rétta af stöðu leigjenda. Og það alveg saman hvernig ég gera það. Ég ekki í þessari vegferð til þess að eignast vini eða reyna að koma mér vel eða minni ári einhvern veginn fyrir borð. Ég vill rétt af stöðu leigjenda og ég að gera þetta í mínum einn tíma og að kosta þessa baráttu sjálfur og kannski það þess vegna sem ég alls ekki tilbúin til að láta af kröfum mínum eða láta af þessum málstæðs mínum vegna þess að ég ger þetta eingöngu af hollustu við leigjendur og ég ger þetta hollustu við þessar hugmyndir sem ég hef hvernig samfélagið okkar best borgið, að minnst að kosta þessu leyti. Ég hef náttúrulega mínar hugmyndir alls konar pólitíska álitaefni en þarna hef ég bara hollustu við þennan málstað og ég vík aldrei frá því. Fókus á málefnið, fókus á það sem þarf að gera til þess að hjálpa leigjendum. Guð veit að það erfitt fyrir leigjendur í dag og það ekki staðan að skána. En þó að það kemur ekkert fjármagn frá ríkinu eða neinum öðrum aðilum, að þá getur leigjendur sjálfur í krafti fjöldans haldið úti mjög öflugum leigjendasamtökum án aðkomu allra annara. Já, við reiknum það bara út að ef að fjármagn tekið skattur á leigusala hækkar 0,2%. Þá gæti það skilað bara 50-80 milljónum til leigjendasamtakana sem getur orðið til þess að við getum bara verið með okkar eigin lögfræðing, við getum verið með okkar eigin lögfræði aðstoð, við getum aðstoð alla leigjendur í öllum þeim álitað efnum, við getum verið með félagsfræðinga og alls konar bæði sálgæslu og stuðning, við getum verið með öfluga skrifstofu, við getum í rauninni gjörbreytt með þeim hætti, við getum gjörbreytt landslægi hjá leigjendum ef að við myndum ná að byggja upp svona samtök sem að væri með þessi marki. Við sjáum það bara hvernig samtökin 78 hvað þau hafi getað breytt miklu vegna þess að þau hafi hlotið velvilja hjá stjórnvöldum til þess að og fengi fjármagn hjá þeim og hafa fengið til dæmis bara núna nýlega, mann hvort það 40-50 milljónir auka fjárveitingu til þess að fræða í skólum og þess aftar. Þar alveg geta verið til staðar fyrir sinn hóp. Já, og þetta þarf náttúrulega líka fyrir leigjendur. Vegna þess að leigjendur eru með mjög ákveðin málstað og ákveðin aðstæður og búa með mjög skaðlegt fyrirkomulag sem að valda miklum harmi og angist og langvarandi áföllum fyrir þúsundir fjölskyldna og þess vegna ætti að vera forgangsmál hjá stjórnvöldum að efla samtök, hagsmunasamtök þessar hópa vegna þess að kostnaðurinn við að gera það ekki, hann margfalt meiri heldur en ef þið myndu bara að setja eitthvað pening í þetta. En við erum ekki svona að biðja um það. Við erum bara að biðja um það að leigjendur greiði í gegnum sína leigusamninga kannski 300-400-500 krónur á mánuði
sem að færi þá í gegnum yrði innheimt hjá ríkissjóði. Sem Vegna þess að það er mjög brilliant erfitt fyrir okkur, minnst að kosti eins og sakir standa, að að við höfum alltaf sagt að við ætlum ekki að senda út greiðsluseðla fyrir félagsgjöldum. Við reynum við sendum út einu svona ári svona valkvæða greiðsluseðla. Þeir hafa reyndar ekki skilað sér. Við gerum samningu Sparisjóðan í Hólmavík þetta síðast og mér skildist bara að örfáir hefðu fengið þetta. Ég veit ekki alveg hvað við komum fyrir en það eins vegar eitthvað sem að bara skila sér ekki nógu vel. Það er almennt þannig þegar öreigarnir að berjast fyrir sínu og sínum réttindum að þá náttúrulega blæsa á móti. Það er ekki, valdið er ekki að hjálpa öreigarnum. Nei, þetta almennt. Er bara, í eðlisínu þessi baráttu bara þannig en hún er gríðarlega mikilvæg og hún er ekki bara mikilvæg fyrir leigjendur, hún er mikilvæg fyrir samfélagið allt vegna þess að það snýst okkur öll að ef við komum ekki svona skikki á húsnæðismarkaðinn þá eru börnin okkar allra undir og samfélagið sem þau munu þurfa að kljást við eftir einhvern 1 eða 2 áratíu er bara martröð. Fólki fátækt Já, fyrir ekki Aníta. Nei, allt eitthvað. Hvernig sérðu framtíðina? Hvernig sérðu næstu skref? Hvað heldur að þyrfti að gerast fyrst til að koma einhvers konar jafnvægi á þetta? Er það leigubremsa? Er það takmarka hversu mikið hver einstaklingur má eiga? Ég held að þetta einfalda verkefni, leiguþak, það myndi laga margt og það myndi margt lagast með því. Það myndi lagast þessi uppkaup fjárfesta. Það myndi hætta að sækja svo mikið að kaupa auka íbúðir. Það myndi lagast líka skammtímalega markaðurinn og það myndi líka bara verða betra aðstæður fyrir fyrirtæki eins og Bjarg og Bríet og félagsbústaði til þess að aðdamna sér á markanum vegna þess að þá yrði ekki þessar ótrúlega miklu hækkanir sem að myndi valda kostnaðarauka hjá þessum stoppfjárfestum og það hefur nefnilega sýnt sig að leiguþak það gerir ekkert annað heldur en að draga úr ágangi spákaupmanna eða braskara og skilur eftir miklu betri jarðveg fyrir þar sem að eru þarna inni af ykkur alvöru. Og þetta eru rannsóknir bæði, það var nýlega rannsókn frá 3 ástralskum háskólum sem að rannsökuðu áhrif 2 reglusetta sem voru sett á 2011 og 2019 og þar kom þetta mjög skýrt fram í þeim báðum. Hollensk stjórnvöld rannsaka þetta fyrir sig líka, þar sem voru aðtuga með áhrif fjárfesta og sögðu bara ef að fjárfesta verða meir en 20% af kaupendamarkanum að þá fyrir allt í handaskól. Og hún hefur líka sagt þetta um Kristíne Whitehead sem eitthvað svona mesta autoritet í húsnæðismálum í Evrópu og hún frá London School of Economics og hún hefur sagt þetta sjálf, sagði þetta bara á ráðstefnu út í Barcelona núna í nóvember síðastlinu, bara sagði þetta sjálf að þetta er það sem að gerist. Þessi ógnartaktík sem að kemur oft frá svona fjárfestum þegar verða að ræða leiguþak þegar þeir segja það bara stöðvast öll húsnæðisuppbygging. Í þeim orðum dvelur helsta sjúkdómseinkenni nýfrjálshyggjunnar. Það er að vera með svo mikið tangarhald á markanum, vera svo einræður á markanum að ef þú ætlar að setja eitthvað regluverk á mig, þá hætti ég að byggja. Þetta er sjúkdómseinkenni nýfrjálshyggjunnar. Að geta bara ef við höfum sagt, ef ekki með leiguþak, þá hættum við að byggja. Þetta er svona ofbeldissamband bara. Ofríki. Já, þetta er ofríkið. Og svo kemur það bara í ljós að þegar að stjórnvöld sem hafa verið með leiguþak hafa aflétti út af þessari ógnartaktík að þá hefur hið öfuga aldrei gerst. Það hefur aldrei við aukin framleiðsla eða svona af því að það hefur alltaf verið sagt að ef að leiguþaki verður fellt niður að þá mun húsnæðisframleiðsla fara fullt. Það hefur aldrei gerst. Þeir ekki bara allt í sama horfa aftur. Ég var að lesa bara grein frá fræðimanni í Bandaríkjunum sem fór bara yfir þetta að þetta hefur aldrei raungerst þar sem að borgir eða ríki eða svæði hafa fellt niður leigubremsu eða leiguþök út af þessum orðum fjárfesta að þá muni fasteignamarkað taka við sér hefur aldrei raungerst. Þannig að það er ekkert til í þessari ógnartaktík þeirra sem að segja að leiguþak
sé til íls, vegna þess að það ekki. Það til góða. Þetta Og góða notaðu fyrir okkur öll. Og notaðum allan heim. 23 Evrópuríki sem eru með einhvers konar leiguþak og það blúsandi gangur á öllum þessum fasteignamarkaðum í þessu löndum. Og við erum líka átt okkur á því að leiguþak alltaf tímabundin ráðstöfun til þess að bregðast við aðstæðum á markaði. Það bara ekkit öll lönd sem að þurfa að vera með leiguþak vegna þess að þau eru kannski bara með 50% húsnæðinu í óhagnaðardrifnu rekstri. Það þarf ekkit leiguþak vegna þess að ef þú ert með hátt hlutfall af þannig húsnæði þá hefur það bara þannig áhrif á hinn almenna markað að heldur aftur af verðlagningu þar vegna þess að þegar valkosturinn til staðar og neytandi getur bara sagt nei, ég ætla ekki að borga 300 skall í húsalegu meðan þetta félag getur búið mér á 150 skall. Það veldur því að fjárfestirinn segir bara, ég geta búið bara 160 og þú kannski tekur það betri staðsetning eða hentar eitthvað betur. En hér bara engin valkostur og þess vegna þurfum við regluverk. Vegna þess að markaðsaðstæður eru bara þannig, það algjör markaðsprestur og samningsstaða leigjandi bara þannig að það verður að vera regluverk. Og leiguþak til góða. Það góða til þess að leiðrétta markaðsprestin og til þess að leiðrétta bara svona almennt á fasteignamarkaði. Einmitt. Og þetta kannski til svona, þetta ekki einmitt langtíma lausn væri að búa til nýtt húsnæðiskerfi, að setja inn félagslegar lausnir inn í húsnæðiskerfi, að það sé stærri partur af kerfinu. Það væri svona lengri tíma markmiðið. Já, við erum með allt í kringum 4% af húsnæði í félagslegum rekstri. Þá voru að taka Bjarg með og Brynju og þess áttar. En félagslegu húsnæði í eigu sveitarfélagi 2,47%. Þetta gríðarlega lágt hlutfall. Við tölum oft Margaret Thatcher að hún hafi lagt sig í líma við að ganga að félagslegu húsnæðiskerfi á Bretlandseyjum dauðu og henni tókst býsna vel en það náðist þó ekki að fara neðar heldur en tæp 17% á Englandi, það ennþá 26% í Hollandi, í Skotlandi og 23% í Wales. Þannig að það ennþá þannig að það valkostur. Þetta valkostur þannig að þetta heldur aftur á leiguverði og það það sem það gerir. Þegar þetta nær ákveðni stærð, eins og í Danmörku til dæmis 80% af öllu leiguhúsnæði svona rekið samvinnufélögum. Þá þarftu ekkert að vera með rosalega stíft regluverk. Vegna þess að þú ert með þennan valkost sem bara ígildi regluverks. En samt sem áður segir á heimasíðu samtaka lögfræðinga sem að berjast fyrir leigjendur í Danmörku og halda út í heimasíðu sem heitir renthero.dk. Þetta eru svona samtaka lögfræðingar sem að vinna fyrir leigjendur og þeir segja bara á forsíðunum þar að regluverkið á leigumarkaði í Danmörku að tilgangur þess sé til þess að varna spákaupmennsku. Það fyrsti tilgangur lagana. Vegna þess að þegar við vörnum því að þá kemur hitt að sjálfur sér. Það þessi spákaupmennska sem við búum við eins og við sjáum bara 89% af húsnæði að það sem afur ári farið í svona brask. Það það sem að skapa þetta vandamál. Það allt gert fyrir fjárfestana. Þeir virðast hafa bara alla hagsmuni, öll ráð til þess að stjórna því sem gerist. Já, svo vinna sveitafélögin með þeim að þessu, með því að vera skipuleggja eingöngu lóður á landi sem að þeir eiga. Sem þyrfti að kanna margt hvernig ákveðnir aðeilar hafi fengið þessar lóðir og af hverju verðið var svona og ekki hinsegin. Já, en það náttúrulega svo einn vinkill í sem að tala að sé ekki til nógu mikið byggingaland innan vaxtarmarkana, það eru svokölluð vaxtarmörk í svona suðri og austri við borgina, þar sem að borgin má ekki fara út fyrir þessi vaxtarmörk og það mörg sveitafélög komin upp að þessum vaxtarmörkum. En við erum svo átt okkur af því að eina borgamarkana eru 5,2 ferkilometrar af gólfvöllum sem eru 5-falt stærri heldur en Reykjavíkurflugvöllur. Gólfvöllur. Og mér vitalega við Reykjavík eina höfuborgin sem með gólfvelli inn í miðri borginni.
Þetta er rosalegt pláss. Þetta er ekki smá mikið pláss. Hugsið ykkur bara allan Korpudalinn og Grafarholtið og í Kópavogi og Garðabæ og Hafnarfirði og Álftanesi og golfvellir bara út allt. Og samt er alltaf verið að tala að það vanti byggingaland í borginni. Þannig erum við með lítinn hóp, ekki lítinn, þetta er náttúrulega dágóður hópur sem á stunda golf, en víðast hvar í Evrópu þá sætti sér fólk við það að þurfa að keyra í 10 mínútur eða 20 mínútur til að segja golfvelli utan borgina. Ef ykkur á efnaði að keyra eitthvað þá var það þessi hópur sko. Leiðir með það ránt, en eru við ekki alveg bara enn og aftur út úr öllum samanburði hvað þetta varðar? Jú, ég skoðaði þetta. Ég var formaður íbúasamtakana í Grafarholti í nokkuð mörg ár og ég mitt í hruninu og þá var ég að berjast fyrir því að fá íþróttaaðstæði fyrir börnin í Grafarholti og þá átti íþróttafélagi Fram að koma upp yfir og þá var það niður í Safamýri og það var þannig að það var svona grasblettur í hverfinu sem að ég vildi að koma upp svona lágmarksaðstöðu fyrir krakkana og við fengum það í gegn að fá 20 fetar gluggalausan gám frá Eimskip upp yfir þar sem var þetta að geyma eitthvað á bolta og það var allt á sumt og ég kvartaði mikið við því og líka á þeim tíma það átti að málbygga einhverja vegslóða upp á Hólmsheiði fyrir hugsanlega eitthvað flugvöll og svona fyrir 10 milljóna og það var ekki hægt að klára skólabyggingarnir í hverfinu og þess áttar. En á þessum sama tíma og þessu sömu fjárlagsáætlun hjá Reykjavíkurborg þá átti golfklúbbur Reykjavíkur að fá 75 milljónir til að stækka æfingasvæði sitt í Grafarholti. Vá. Og ég fór að skoða þetta og þá kemur í ljós að íbúa þéttni við golfvelli á höfuðborgarsvæðinu var í kringum 5.500 íbúa per golfvöll. Ég athugaði með þetta bara að það er til statistik yfir svona það sem við kalla Golf Crazy Nations og það var ekki til enga tölu fyrir Reykjavík eða Ísland. En þá var þar sem að þéttnin var mest í Skotlandi var tæplega 10.000 íbúðar per golfvöll og næst var í Nýja-Sjálandi næst í 15.000. Við vorum með 5.000. Við erum með 5.000 og við erum svona en samt var það þannig að þá var talað 50 km radíus við borgirnar. En engin af þessum borgum sem ég skoðaði í Skotlandi og Nýja-Sjálandi og jafnvel Bandaríkjunum eru með golfvöllina inn í borgunum. Bara onni. Já, bara inn í borgunum. Keyrðu bara Reykjanesbrautina. Og bara, það er bara, það er fleiri golfkillur heldur en íbúðir meðfram Reykjanesbrautina. Og þetta bara þekkist ekki annars staðar. Þekkist ekki annars staðar. Og þetta ber einhvern veginn alltaf sama brunni. Það er einhvern veginn að, það er eins og hafi verið einhver höfuðlaus her yfir öllu síðustu 20 árin. En það þarf enginn að segja mér þetta að einhvern veginn gerst allt í einhvern veginn óvart. Nei. Við erum með mörg 100 manns á háu launum í 265 daga á hverju einasta ári alla virkadaga ársins að vinna við að skipuleggja þetta. Og það er enginn að segja mér að þetta hafi eitthvað bara gerst allt óvart. Bæði húsnæðiskerfið og golfvöllin það er oft þannig að í sveitafélagunum að þar eru hátekjuhóparnir og ríka fólkið sem hefur langmestu áhrifin á hver stefnan er þannig að golfvöllin fá 75 miljón krónar styrk en börnin í Grái þau fá eitt lítinn gám. Já, börnin í Grái fengu gám. Leyendasamtök fá ekki bara neitt. Nei, en svo kom að daginn að formaður framkvæmdastjórnar Golfklúbbs Reykjavíkur var Gestur Jónsson lögfræðingur sem hafi verið lögfræðingur Davíðs Oddssonar og gott að hann var ekki lögfræðingur Ingibergar Sólrúnar og svona þannig að það var maður sem var með mikil ítök og hann greinilega hægt vik með að ná í þessa peninga en þetta er svona, ég veit að meira að segja golfblaðið á þessum tíma það á heimasíðu þess þá var einmitt sagt að golfara væru yfir höfuð tekjuháir þjóðfélagshópar og það væri gott að auglýsa í golfblaðinu og ég notaði með þessa skjámynd af heimasíðu þeirra til að sýna fram á hvernig verið að moka undir hátekjufólki í borginni á eftirhrunsárunum á meðan það var ekki hægt að klára grunnskólana í útkvarfunum.
Ótrúlegt. Guðmundur Hrafn Hallgrímsson, takk kærlega fyrir að koma og eiga gott og fræðandi spjalli, vona að margir hafa lært mikið og ég vil þakka þér innilega fyrir og ykkur leigjendasamtökunum fyrir ykkar baráttu. Ég líka. Við erum öll leigjendur hér held ég og ég hvet alla leigjendur til að ganga inn í leigjendasamtökin, leigjendasamtökin.is, þar getið þið skráð ykkur. Það varðar ykkur öll. Varðar okkur öll og það gerist ekkert á þess að við græðumst þess að það verði eitthvað gert. Hvet ykkur eindrið til þess að fara og skrá ykkur og taka þátt í starfi leigjendasamtökanna. Endilega. Hérna eftir korter byrjar rauðaborðið og þar verður meðal annars viðtal við forsendaframbjóðandan Jón Gnarr. Mjög spennandi, ég hvet ykkur til að staldra við og hlusta. Takk kærlega fyrir samfylgdina og þakka þér Guðmundur kærlega fyrir. Takk fyrir mig.